Heil og sæl, Sindri Blær heiti ég. Ég vildi vera með smá fyrirlestur hérna fyrir ykkur, en hann sem sagt líf mitt að hluta til og Kolbeinn Sveinsson. En sem sagt, fyrir árið síðan var allt hjá mér á uppleið. Ég var með 258 likes á þessa DP, svona 60 komment, bullandi uppleið. Þar næst kemur að ég var í Mormónubókinni sem var söngleikur Flensborgar á seinasta ári, var þar á meðal aðalhlutverka. Næsta var í Morfísliðinu, var þar meðmælandi. Og síðan hitti ég Kristján Þór Júlíus menntamálaráðherra áttara með einari vinnu mínu minna. En svo kom tjald sem að tengist fyrirlestunum bara ekki neitt. En svo lendi ég í bílslysi. Ég fór út af Reykjanesbrautinni vegna þess að ónefndur aðili klippti á bremsuna hjá mér. Ég spyr mig hver það en við erum á næstu mynd. Annað önnur mynd af bílnum í tjóni eins og ég í dag. Hann löppi mín, ég vekk opið lærlegsbrot áráðum, svo sem fínt. Þannig að ég nær dauðaði lífi upp á spítalann. En ég spyr mig, hver gerði þetta? Jú, það var Kolbeinn Sveinsson. Gerði samtal hans við móður mín að deginum fyrir slysið. Synir King Shit reddaðist þetta með bílinn að Sindra. Móður mín gauð, ekkert stress, Sindri gott sem dögur. Bremsuna ekki lengur til stað. Kolbeinn Júdas Sveinsson, okkur næs, Flórida jólin eða. Haltu kjafti, já. Á slysadegi sendi móður mín og Kolbeinn. Fokk, Sindri fór bara á spítala, á lífisamt, skápóskall. Heldur við komum samt grið með það, hundsamt bara hérna í frá. Jó, 100%, láttu bara eins og hann sé ekki til. Kolbeinn Sveinsson stal lífið mínu. Ég var í Morfísliðinu. Hver kemur inn? Kolbeinn Sveinsson. Ég var aðalhlutverk í Mormónubókinni. Hver kemur inn? Kolbeinn fucking Júdas Sveinsson. Ég var með góða vinnu í Ráðhúsi Reykjavíkur. Kolbeinn kemur og tekur vinnu mína. Og ég vil vera ræðumaður hér í kvöld. Ég ræðumaður. Trúttaði framsýkling. Ég ræðumaður. Ég ætla að taka ræðina þína, Kolbeinn. Nei. Ég get bara að spöða það í eins. Ég er sérst búin að ákveða að kasta mér fyrir rútuna, þannig ég var liðstjóri í þessari keppni og hvað ég var að segja, gaman að keppa með Sindri ef ekki skipta svarpoka eða bara kynna liðið mitt. Nú er ég liðstjóri eina bátum Brimar. Ógeðslega sterkt ljósið með takk. Síðan erum við að tala Kristinn Óli Haraldsson er frummælandi. Hvernig var þetta aftur ákveðin? Sindri Blær Gunnarsson er meðmælandi. Og Kolbeinn Sveinsson stuðningsmaður. Og ég bara áskrikur víðar og góða stundir. Hæ, ég er sendibóði Guðs. Ég er að byrja með einhvern svona smá prótokoll í himnaríki af því að við erum búin að vera á smá kvartanir undanfarið. Himnaríki er víst ekki alveg. Já, allavega, það skiptir ekki máli. Þannig að ég er með smá hugmyndakassa fyrir ykkur sem að þið getið skrifað inn hvaða væntingar þið hafið til himnaríkis. Ég ætla að biðja Björgstein í salnum. Já. Hún ætla að koma þessum hugmyndakassa fyrir og þá getið þið í hlénu skrifað inn hvað þið viljið að himnaríki
Annars ætti ég líka að segja hérna að fyrir hlé liðsstjóri Magnús Thorlacius. Frumvarandi Hólmfríður Hafliðadóttir. Meðvarandi Sindri Már Fannarsson. Og stuðningsmaður Inga Steinun Henningsdóttir. Síðan kemur svo hlé og þá með þið skrifa inn í hugmyndakassan sem þarna. Síðan eftir hlé þá eru liðsstjóri Sindri Már Fannarsson, frumvarandi Inga Steinun Henningsdóttir, meðvarandi Magnús Thorlacius, stuðningsmaður Hólmfríður Hafliðadóttir. Þannig það útskýra það sem í hlénu skipta liðsstjóri og meðvarandi og frumvarandi og stuðningsmaður. Takk fyrir. Fundarstjóri, dómarar og góðir gestir. Ágætur kennari sagði eitt sem við nemendur sína: þó við getum veitt fyrirbæri einhverja þýðingu, þýðir það ekki að við getum ljáð þeim einhverja merkingu. Ég staldraði við þessa spekikennarans og hugsaði með mér þá þessi margt í þessum heimi sem við teljum okkur skilja, en þrátt fyrir það hafa tiltekin fyrirbæri enga merkingu fyrir okkur. Þessi sami kennari lagði ráðgátu fyrir nemendur sína til frekari útskýringar. Hann teiknaði einföld strik og boga, leit síðan upp og sagði: hvað það sem þið sjáið? Og maður bekkurinn velti fyrir sér mögulegum úrlausnum í vonum að leysa þessa svokallaðu gátu, bætti kennarinn við að öll þekktu þau strik og boga. Spurningin ekkert flókin. Hvað það sem þið sjáið? Hvaða merkingu gefið þið fyrirbærið? Öll svöringar við þessari gátu eru mismunandi. Því það eru þið sjálf sem beitir eigin ímyndunarafli til að sjá þetta fyrir ykkur. Svörin getur þó ekki verið svo fjarlæg hvor öðru, enda höfðu öll og sama efni við að móta. Eftir dálitla stund bað kennarinn nemendur sína grafað þögn. Hann sneri sér aftur á töflunni og voilà. A, B og C. Ég skil. Þarna fyrst þetta að ljá þessu einhverja merkingu því við höfum bæði skynjað og upplifað hvað bókstafirnir A, B og C þýða. En takið eftir, merkingin getur ekki verið langt frá þýðingum nemandana, enda þetta eins og áður komið fram ennþá bara strik og bogar. Og af hverju í fjandanum ég að segja ykkur frá austurrísku kenningu frá heimspekingnum Ludwig Wittgenstein frá 1904? Jú, það líklegast vegna þess að ég hef jafnleitlega hugmynd hvernig nákvæmlega himnaríki eins og þið öll hérna inni. Við höfum vissulega einhverja hugmynd hvernig við viljum að himnaríki sé. Við vitum hvað páfinn og presturinn voða og hvaða merkingu bókmyndir leggja í himnaríki. En ekki einu sinni þeir sjálfir geta staðfest hvernig himnaríki í raun og veru. Það verður samt að koma skýrt fram að tilvist Guðs hefur ekki enn verið sönnuð og fylgir því umræðunni ekki neitt. Þess vegna himnaríki ekkert annað en mannleg hugmynd. Þar af leiðandi verðum við að tala himnaríki út frá mannlegu sjónarhorni. Hugmyndin var nefnilega til leið og maðurinn fór að spyrja sig spurninga tilvist sína. Hvað gerist eftir dögun? Rotnum við jörðinni eða hittum við ástvin okkar aftur? Þrátt fyrir óvissuna sem ríkir varðandi þessa speki, þá situr samt eftir ákveðin kjarni eða grunnhugmynd sem að sameinar hugmyndir okkar allra þrátt fyrir að þessu frábrugðnar í sjálfu sér. Þá himnaríki í eðli sínu góður og friðsæll staður sem við reiknum með að við förum til eftir dauðann. Þessu geta allir verið saman. Því það skiptir ekki máli þegar þú ímyndar sér himnaríki, hvort sem að sé Wittgenstein, Frankenstein eða Björn Steinbeck. Það skiptir ekki nákvæmlega máli hvað það sem það ímyndar sér. Því í grunninn það alltaf það sama. Staður sem er í eðli sínu góður og núna til. Mjög simpelt. Við höfum ekki enn öðlast nema merkingu á himnaríki því við höfum ekki enn upplifað og skynjað. Himnaríki í raun ráðgáta sem við vitum ekki lausnina við, en við vitum sem hver ráðgátan sjálf En það ekki að hugmynda vita. Við þurfum ekki að vita nákvæmlega hvernig himnaríki heldur það okkar hugar ástand sem það stýrir ferðinni. Út af því að himnaríki manngerð hugmynd, þá takmarkast tilvist þess við þá hugmynd. Grunngildi himnaríkis breytist ekki þótt að verði að veruleika. Það getur ekki orðið að einhverju allt öðru en nákvæmlega því sem við ímynduðum okkur að það væri.
Svona eins og þegar maðurinn fékk fyrstu hundana ljósaperunni og útkoman stærðist ekki vendingar, þá myndum við aldrei kalla það ljósaperu ef það framkallaði ekki ljós. Heyrðu, talandi ljós, þá erum við að koma aðeins inn á myrkrið. Kaffi fyrsta ennvanga sem við þurfum að hætta að naga á sig neglurnar og útskýra fyrir okkur hinum hvers vegna við ættum að vera á móti himnaríki þegar sjálf hugmyndin himnaríki í grunninn ekkert annað en góð. Og núna, þegar hugmyndin orðin að veruleika, af hverju ættum við ekki vera fylgjandi? Og núna, þegar við getum loksins við ljá þessum góða staðingur á myrkningu, segir þið ennvanga bara nei og gefið skipt í himnaríki þrátt fyrir að himnaríki sé í eðli sínu góður staður. Það þetta viðhorf ykkar sem ég og allir aðrir hreinlega skilja ekki. Ég veit ekki hvort sem meina við hætti að vorkina við að biðja fyrir ykkur en þið þurfið þó á aðstoð að halda. Góða gestir, rétt eins og með ráðgátu kennarann sem ég lærði fyrir í upphafi, þá höfum við, nemendurnir, ekki enn ljáð himnaríki neina merkinga. Mannkynið býr ennþá yfir sömu viðkunnalegu hugmyndinu himnaríki og áður. Himnaríki verður aldrei neitt annað en það Því þó hugmyndin mannsins verða veruleika breytast gildi þess ekki neitt. Himnaríki verður áfram sami fallegi staður. Fundastjóri, andmælendur og góðir gestir, himnaríki. Liðið Flensborg! Ég gefst upp. Ég skil ekki
ekki af hverju ég ennþá til. Ég hefði bara viljað fá að hverfa þig í dó í staðinn þessa kvöl. Mér líður eins og lífið hafi verið einn dagur meðan við tilvist mín á himnum og á ekki líka að vera mikilvægasti partur af tilvist minni. Fyrsti maðurinn sem kom hingað ennþá hérna. Hann heitir Aktúk og ég var eilíðarlöng spjöll við hann og ég kom með eilíðarleið á honum og öllum hérna inni og þau eilíðarleið á mér. En eins og hljómsveitin Too Unlimited söng svo fallega: No, 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 no. No, 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 no. No, no, there's no limit. Fundarstjóri sólin skín og ylströndin sín ligga á eilífðarlífi. Kallar mér mango tango í hönd og Katrín Jakobs að nudda mig með honum útskýri skattframd á Bjarnarber. Life's good, engar áhyggjur, ekkert stress. Það var þá sem ég sagði mér sjálfum með: Sindri, þú ert í himnaríki. Orðið himnaríki er nefnilega gildishlaðið orð að jákvæðri merkingu. Ofta segjum við að við séum í himnaríki þegar okkur líður vel, öruggum og litla sem engar áhyggjur þjaka líf okkar. Himnaríki er hugmyndin betri stað eftir dauða sem jafngömul og Fred Flintstone. Guð er ekki til. Helvíti er ekki til. Himnaríki er til. Þegar hugmyndir mannsins verða að veruleika haldast grunngildin alltaf. Þótt að séu útfærðar á mismunandi háttstöðum. Sem dæmi má nefna þegar Sigmundur Davíð reyndi að svíkja pening undan skattinu. Þá fór hann ekki bara að klappa hvolpum, gaf peningi hjálpræðisherinn og borgaði sig á skattana. Nei, þegar hugmyndir varða veruleika var veruleikin nær eftirmynd af hugmyndinni sjálfri. Bara eitt stykki í skrifast og konunum mín að þetta er allt samsæri og pokkið ykkur. Himnaríki er ekki neitt annað en góður stað. Því annars væri þetta ekki himnaríki. Þið sjáu það bara á sjálfri mánu venjunni. Það dregur ekki fram sólbekkin í miðborg Tjernobyl, hlusta á fjarlægt ískur og hugsa við sjálf og segja: Vá, ég er í himnaríki. Þetta segir sig svo sjálft. MH, nú fyrir því að rökstyðja með góðum hætti hvers vegna maður ætti að vera á móti hugmyndunum betri stað eftir dauða. Og þá sérstaklega í ljósi þess að núna er hann til. Forsendunar eru engar aðrar. Við vitum ekki hvort að Sindri Sindrason myndi gæðavotta innréttingar í himnaríki eða hvort við þurftum að sinna samfélagslegri þjónustu tvisvar viku. Þannig hættið að gefa ykkur að himnaríki sé nákvæmlega það sem þið haldi og að það sé bara endastöð lífsins. MH vil setja samansummerki á milli eilífslífs og himnaríkis. Já, hvað næst? Samansummerki á milli MH og lélegra ræðuna? Ok, gengisvelti sjáum við, hvað? Himnaríki er ekki bara endastöð lífs, heldur stutt og langt stopp. Og í guðanna bænum hafði aldrei hort á bróðum minn ljósar. Þar fórst við í himnaríki sem tók enda, var með þessar önnur hugmynd á flugi betra himnaríki, nema enginn vissi það í raun og veru. Og hvað er Astrid Lindgren og litlistrákunum í póttaklippingunum bara allt í einu að fókast? Hólmfríður sagði að lífið á himnaríki yrði þreytandi. Já, og kannski maður sífellt dansandi í stanslausum partíum við Swedish Track Remix. Ef maður fer bara í eitthvað þægilegt, fær sér kaffi og nýtur með ástunum, örugglega bara fínt. Síðan hvenær má bara gefa sér allar forsendur heims. Hólmfríður gaf sér einhverja 1 trilljón forsendur hérna áður sem hentuðu tónum henni. Ég vissi ekki að það mætti. Þá hefði ég eins og þið bara beilað öllu rökin á staðreyndum og sagt bara þeir sem eru móti himnaríki eru líka móti friði, réttlæti og mannkynni. Hefði bara verið þægilegt og heldur hefði þetta bara verið þægilega og auðvitað keppni. En því miður við þurfum að ræða þetta málefnalega og af rökfærslu. Þið ættu kannski bara að halda ykkur brandarana og leyfa okkur að sjá rökin. Himnaríki er eins og elliheimili. Hefur ykkur að flytja mig á bráðamóttöku því ég var bara fyrir súrmiskotti eftir að heyra þessa fullundeginu. Hólmfríður gaf sér bara þá forsendur að himnaríki sé eilíft part. Já, það er bara öðmilegt koncept, ég get sagt ykkur það. MH hélt að þau getur bara innrétt himnaríki eins og þau vildu og bara allir sáttir. MH ætti þið bara að brjóta met í samhverju. Hugmyndinu í himnaríki kristallast í betri stað eftir dauða. Góðu gestir, hugsa ykkur gamla fólk sem við mist fullt af ástfinnum og nálgast grunn. Himnaríki öðlast á miklu stærri þýðingu fyrir þeim en við unga og áhyggjulausa fólki gerum okkur grein fyrir.
Ímyndið ykkur að liggja á dánarbeiðinu og lið MH-inga gengur inn. Stendur fyrir framan sjúkrarúmið og réttir ykkur ferðabækling með fyrirsögninni: þú myndir rotna í jörðinni aðeins önnur leið og hart væri. Þá væri þið ekki lengi að afneita tilvist þeirra. Ég elska þessa ræðu. 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 Krakkar, þetta hóla. Magnús. Ég elska þessa ræðu. Snorri, ég elska þessa ræðu. Prófið, ég elska þessa ræðu. Strákar, ég elska þessa ræðu. Ég geggið, sko. Dómarar, ég elska þessa ræðu. Ég elska það, ég elska það. Bara segja. Sjáðu það, ég elska það, sko. Skrifa það með penna, sko. Skrifa, ég elska það, hún fucking góð, sko. Inga, hvað er þeirra það? Þegar ég segi elska, þá segir þið ræðu. Elska. Elska. Þegar ég segi elska, segir þið ræðu. Elska. Elska. Kjallarður. Elska þessa ræðu. Elska þessa ræðu. Ég elska þessa ræðu. Ég elska þessa ræðu. Ég elska þessa ræðu. Ég elska þessa ræðu. Fundarstjóri, þetta er besta ræða í heimi. Þó að ég sé búin að vera að flytja hana í nokkra mínútur núna, þá er enginn orðinn þreyttur á. Hún er svona vel skrifuð, vel flutt. Hún er full af lögum sem er engin leið að skjóta niður. Hún er fyndin, hún fyrir á samtíma aldrei út í glens. Þetta er hinn fullkomna ræða. Ég gæti haldið áfram að flytja þessa ræðu í svona 4 klukkutíma og enginn hérna inni yrði þreyttur á hún. Ég og allir hérna inni, við elskum þessa ræðu. Ef ég myndi halda áfram með ræðuna í kannski svona viku, þá yrði hún kannski þreytt. Þú veist, kannski myndi ég segja á svona 7. degi: æ, veistu Sindri, ég held að þessi komið nóg að svona. Ég var að taka smá hvíld. Og þá myndi ég að segja: ha? Hvíld frá bestu ræðu í heimum? Ræðunni sem við þekkjum öll og elskum. Þá myndi ég kannski ekki að segja: já, Sindri, jafnvel hún fullkomna ræða verður að enda eitthvað. Saman þó að ekkert í heiminum komið nálægt fullkomin þessara ræðu. Og þá myndi ég að segja: já, kannski þurfa allir hlutir að enda einhvern tíma. En ekki þessi ræðu. Ekki strax. Ég elska þessa ræðu, ég elska þessa ræðu, ég elska þessa ræðu. Og ef reglur vorpist leyfðu, þá myndi ég standa hér á sviði, flytjandi bestu ræðu í heimi í heila viku. En ég má bara tala í 4 mínútur. Kannski, eftir þessa ræðu, þá verður reglum vorpist breytt og það verður að gera undantekning fyrir svona góða ræðu. Og þá verður kannski leyfilegt að tala í heila viku. En hvað sem það er, þá bara verður maður að fylgja tilsettum reglum. Meira að segja, á besta stað í heimi, himnaríki. Ég elska himnaríki. Ég elska himnaríki, ég elska himnaríki, ég elska himnaríki. En ef ég myndi vera í himnaríki í kannski 1000 milljón ár, þá yrði það kannski svolítið þreytt. Kannski myndi einhver koma til mér á 700 milljónasta ári og segja: æ, Sindri, ég held að það sé komið nóg á himnaríki. Ég vil kannski taka smá hvíld. Og þá myndi ég segja: ha?
hvíld frá besta stað í heimi, staðum sem við þekkjum öll og elskum. Og þá myndi kannski eitthvað segja, já, Sindri, jafnvel hinn fullkomnu staður verður að taka enda einhvern tíma. Saman þó að ekkert í þessum heimi, fyrir utan alltaf ræðuna þína, komið nálægt fullkomnu heimi. Þá myndi ég segja, já, kannski þurfa allir hlutir að enda einhvern tíma. Kristinn Andri sagði að himnaríkið er aldrei neitt annað en það er. Sami góði staðurinn, einmitt, sami góði staðurinn, að eilífu, alltaf fastur á sama góða staður. Kristinn sagði að himnaríkið var í eðli sínu góðu staður. Já, en þú ert fastur þar að eilífu. Jafnvel besta fangelsi í heiminum er ennþá fangelsi. Simpliflæði sagði að Katrín Jakobsdóttir myndi nudda sig í himnaríki, en ef Katrín Jakobsdóttir var í himnaríki, væri hún bara að kreifa að nudda þig. Kristinn sagði að himnaríki var ímyndaða staður, umræðnir himnaríki að því gefnið að sé til. Kristinn sagði að vissum ekki hvernig himnaríki er. Einmitt, viljum við eyða heilli eilíf á stað sem við vitum ekkert En aftur á ræðinni. Ég veit að það er enginn orðið þreyttur á þessum ræðu. Ég elska þessum ræðu, fundarstjóran elskar þessum ræðu, dómarar, ég veit að þið elskar þessum ræðu. Ég veit að þið vildu öll jafn mikið og ég, að ég fengi að tala í heila viku. En ekki að eilífu. Ég elska þessa ræðu, en ekkert er svo gott að það ætti ekki að enda eitthvað tíma. Fundarstjóri, persónulega trúi ég ekki á himnaríki, en nú get ég gefið það sér til. Umræðan í dag er abstrakt, en það er vegna þess að hugtök eru í eðli sínu abstrakt, þó þessu vissulega misabstrakt. Hugtök lýsa hugmyndum sem hafa mismikla merkingu eftir því sem við jáum þeim merkingu. Himnaríki er hugmynd. Himnaríki er hugmynd sem heitir huggun og hugarró. Við fyrstu áveikverkar svo staðurinn kannski svolítið langsótt fyrir okkur trúlausu forréttindapésan á Íslandi, en þegar Friedrich Nietzsche sagði að Guð væri dauður, þá meinti hann að Vesturlandarbúar þurfa ekki lengur að trúa hvað að halda. Við höfum heldur trúa því að við stjórnum eigin lífum, tökum ábyrgð á eigin gjörðum og smíðum eigin gæðum. Þessi hugsunarháttur er að hluta til grundvöldur þeirra framfara sem átt í stað, síðan Nietzsche lýsti við dauða Guðs undir lok 19. aldar. En heimurinn er ekki eintómar framfarir. Þið hljótum öll á að velta fyrir ykkur hvernig sé að búa í Austur-Gúta útkverfi Damaskus í Sýrlandi, þar sem fólk býður stöðugt sprengjur eftir stjórnarhersins og sult vegna umsátursástand sem tekur engan endi. Það er minnstakosti matur í himnaríki. Þetta er raunveruleg tilviljun í sýrlenska sem var á fyrirsögn á vefsíðu BBC fyrir tæpum mánuði síðan. At least in heaven there is food. 7 orð sem lýstu viðhorfi barns í Austur-Gúta á árinu 2018. Í þessu raunverulega dæmi kristallast ekki bara hugmyndin himnaríki, heldur líka tilgangur hugmyndarinnar. Himnaríki er hugmynd sem veitir huggun og hugarró, að hún veitir von eitthvað betra af handan. Hugmyndin himnaríki náði fyrst almennilegri útbreiðslu hjá þrælum í Rómaveldi. Og hvers vegna haldið að það sé? Vegna þess að þeir höfðu enga von neitt betra í þessu lífi. Gæðum heimsins er misskipt og þið amhækar mælið ekki bara út ykkar eigin hugmyndum himnaríki, heldur allra himna líka. Að eilífu, að eilífu, að eilífu. Svo fylgir Sindri eftir með því að adressa loks umræðefnið himnaríki að því gefnu að sé til. Hvar þarna færðu gefið eitthvað virkni þessi stað eða stund? Biblían er í alvörunni þín sterkasta heimil, en hunsar, bútatrú, samatrúabröð, himnaríki þeirra trúlaus og fleira og fleira og fleira. Magnús gaf strax upp eigin vitlaus í liðstjórnræðinni. Ég er sendiboði Guðs og Maggi minn takk fyrir pent. Guð er sem sagt til. Hvað er næst? Lyklapétur, Loch-Ness-skrímslið, sjálfsvirðingin ykkar? Ég veit það ekki. Ég elska himnaríki, það er fullkominn staður. Sindri, ég mælir á móti staðnum. Hættum að gefa þær forsendu að himnaríki sé eilíft líf, síðan hvenær? Af hverju ættu að geta dáið bara einu sinni þegar kettir geta að 9 sinni? Come on! Bara nú komið eitthvað betri pæling að þetta, please. Sindri, við elskum líka ræðina og við elskum þig meira að segja ofan það. Þá aðalega þegar kemur svo ógeðslega vel fyrir okkur í að vinna keppni. Hófi mín, himnaríki fyrir þér bara eftir mitt núverandi ástands. Bjór allar helgar, Ari Ólafs óstoppandi repeat og allir gamlir að eilífu. Enginn að segja heitt himnaríki fyrir að þitt sökkaða líf aftur og aftur og aftur.
Bara því ég ósamlega gengisvættir þetta. Þú málar auðvitað einhverja sökkaða einkahugmynd til að vinna einhverja keppni. Sindri, við erum vön í flest að skjóta niður rök í ræðum og Guð, ég elska þessa ræðu. Engin rök til að skjóta niður og bara gaman. Eilíft líf umdeild að það bendir ekki til þess að sé raun. Skáldaði himnar ekki þitt, kjafta ég hlusta ekki á það. Ágætt að finna menn, það skiptir ekki máli hvort þið trúið raunverulega á himnaríki. Þið vitið öll að hugmyndin himnaríki falleg og huggandi fyrir svo marga sem að hafa ekkert annað haldreipi. Það beinlínis tilgangur hugmyndarinnar að veita von. Umræðinni hér í kvöld nákvæmlega sama hugmynd. Það eina sem breytist að vonin verður að vissu að eitthvað betra taki við. Segðu mér á Inga Steinum, hvers vegna það var í slæmt? Enn og engar tölur verið alveg það að himnaríki sé eilíft líf sem endar
bara með gríðarlegri þjáningu. Bíddu, samt sögðu þið að þriðja víddin væri til. Frekar geymisvert. Það ekki hægt að fullyrða að himnaríki sé endastöð lífsins. Þið eruð bara fyrir ykkur að halda því fram að þið komist til svona kjaftæði þegar klukkustar korter í Háskólabíó og mögulega 5 mínútur í ykkar eigin útför ef þið haldið þessu áfram. Inga-Steinunn, ég vænti þess að þú rífir þetta upp og mætir okkur í röðum. Eða slettu því, mér gæti ekki verið að stað. En ég samt sem aðeins með verkefni fyrir ykkur kæru liðsmenn. Takið pennan ykkar og svarið mér í næstu ræðu. Finnist ykkur ekki raunhæft að við uppgötvun eins og þessa, uppgötvun sem að meira segja hefur það orð á sér að vera staður friðar, allsnægta og endurfendara ástvinni, að maður stoppi í stund og tjekki allavega ári. Af hverju það á móti þessari fallegu hugmynd sem veitir okkur hugarómum óvissu tilvistur okkur? Hvernig getið þið útskýrt fyrir fólki að þeirra eigin fallega ímyndan himnaríki sé röng og af hverju viljið þið taka síðasta hálmstráið af milljónum manna allan heim þegar það eini drifkraftur þeirra til að komast í gegnum erfiðar aðstæður? Ef þið ætlið svo að svara þessu við að gefa ykkur endalausar forsendur, þá skal þess að sjálfur sjá til þess að þið ratið heimtíma, því þá er þið endalega tímt rétt eins og rökinni fyrir það fyrir. Hingað til hafið þið sagt bókstaflega ekki neitt nema að fullyrða að himnaríki sé eilíft líf. Come the fuck on, þetta blir alvörunni málsvar ennum. Og það færir til að hugsa, þetta bara umkunnaverð tilraun til þess að sigra reikjarni, eða þið bara í alvörunni á þessari slóð? Ég á bátt með að trúa því, enda þið ágætis fólk. En þrátt fyrir það ætlið samt sem áður að halda þessum hrokafullu rökum fram opinberlega. Þið nefnilega ekki bara að sannfæra ykkur sjálf, heldur þið að bera út boðskap allan heim. Afskiptasemi ykkar á trú og lífsviðhorfum annarra ekki eins og rökum reist. Inga, þú ert kannski spæður. Ég betur spæður. Ég búinn að kryfja þennan pólitík. Þið takið bara mark á kristinni trú, boðirinn 10, Guð, Jesú og bara allur fokkin pakki. Himnaríki að því gefnum að það sé til og að því gefnum að himnaríki sé í Biblíunni það eina sem þau geta bjargað ykkur. Nú það bara að vona að sér að Bragi fann sér páfi á Gunnar í krossinu, segir Dómald. Reyvill vil bara minna á númerið sitt 5885522, bara minna ykkur, þið getur líka panta því og drölla ykkur til tóndinni. Við mælum ekki með einu lífi, við erum bara að segja að lífi sé eilíft í himnaríki. Heyrðu, ég held í alvörunni að engin fruma í líkamann mínum vilji starfa lengur en þá. Inga-Steinunn gerðist bara það stóra og sagði að ekki allir komst inn. Nú, ok, fínt. Frá hvaða skilyrðisplaggi ertu að lesa? Já, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, naglhaldið í kjafti. Hugmyndin himnaríki miklu eldri en trúarbrögð. Hugmyndin betistað fæddist leið við fórum að velta dauðanum fyrir okkur. Trúarbrögðin notuðu himnaríki sem verðlaun fyrir að fylgja sinni gölluðu trú. Númerið ennþá 5885522. Heyrðu, lið M fór líka bara að gefa sig það að himnaríki hefði ytri og innri tíma. Kannski líður ekki eins og tími. Kannski ekki tíminn til. Nú þurfum þið alvarlega að fara að mæla á móti himnaríki út frá því sem við viljum. Fallegur og kvót frá MH, fullkominn staður sem þau elska, sem veitir fólki huggun og von. Mæliði á móti því en ekki eilífur líf. Forsendur allstátt. Þið meira segja gefum þær forsendur að ég heiti Kristinn Aldir. Ræðið umræðar með eins og hvað fullkominn staður eftir líf og jörg. Himnaríki ekki eilíft líf eftir eins og Króli ekki krandri eða hvað, ég veit ekki. Himnaríki flottahús fyrir heima. Ég nokkuð viss að þetta sé lína úr megaslægi og miðað við rökauka þá það fyrir bara eina heimili. Inga-Steinunn sagði að Guð fylgdist með öllum í himnaríki og allir sé á sömu skoðunum. Það varst að lesa 1984 til orðverði eða hvað það er. Þú veist, þið ekki leiðir ykkar vegna að þetta reyðast ennhúsum. En þau geta sjálfum sér kjent. Þannig allar kvartanum þurfa að berast til þeirra. Þið getið sendt á sameiginlegt netfang fyrir að MH þykist breyta morfís allt mun ekki svaraði.is. En svona í ákveðinu MH takið þið neðan út úr raskatinn á okkur, reysið þið hann upp og gerið betur. Inga-Steinunn, þú hefur 4 mínútur. Þær byrja núna. Klukkan 9, nú verða sagðar fréttir. Í dag eru 5 ár liðin frá því að tilvist himnaríkis var staðfest fyrir jarðarbúum. Síðan þá hefur hegðun mannfólksins tekið miklum breytingum, vitandi að Guð fylgist með öllum og dæmir hver kemst til himnaríkis og hver ekki. Uppljóstrunin kom í kjölfar skýrslu njósnara sem eina manneskjan fyrir utan Jesú Krist sem farið hefur til himnaríkis og sloppið lifandi út. Það er með sannur heiður að fá að lesa fyrir ykkur fréttir, kæru hlustendur. Þið eruð yndisleg og ég gæti þetta ekki án ykkar. Guð blessi ykkur. Já, fyrir skulda fyrir allir hvað nýður, ég hefði ekki að lappa. Nei, það kemur ekki til greina, það minnst það sem ég gert eftir að stæstur að ná, sko. Já, nei, minnst það máli, auðvitað vil ég gera það fyrir svona góðan menn sem þig. Æ, ég látt ekki svona, þú er svo frábær líka. En heyrðu, ég byrði að heilsa fjölskyldunni.
Ég skila því og ég vil líka heimsækja. Þú sendi hana ótrúlega fast frá mér. Já, og kysstu Bjössan, á báðan til það. Já, ég ger þetta, elsku best. Ok, við segjum það þá, Guð blessi þig. Já, Guð blessi þig og láti ásjón sína lýsa yfir því. Já, ok, Já, segðu það, já, ok, já. Eina manneskjan fyrir utan Jesú Krist sem hefur farið til himnaríkis og sloppið lifandi út. Ég hefði aldrei átt að birta þessu skjöl. Nú þegar allir vita að Guð er að fylgjast með hverju spori og dæma eru allir svo gerði, eins og plast. Það var fjáröflun í kirkjunni í dag. Það var verið að styrkja alla í heiminum. Það meikar ekki einu sinni sens. En allir þurfa að vera svo góðir að það þorir enginn að setja út á neitt. Þetta er svo bókin 1984. Nema ég er ekki að lesa hana. Ég er að lifa hana. Ég get ekki lengur lifað í þessum yfirborðskennda heimi. En ég skal segja þér að þetta er nákvæmlega eins og himnaríki er. Himnaríki er eins og eitt stórt skátapartí. Allir giftir fyrir ofan nafla, bannað að kyssast og þeim er skaman í njósnaleik og giftir hald og viðröndi fyrir framan allan blótið og Áslaugu. Innst inni eru allir stútfullir af skít sem getur ekki beðið eftir að komast út. Eins og skátar með nógaveitur. Ég sakna Gullu, mannsættir hendurfundastjóri. Hún var besti útsendari sem fyrir fannst. En í dag er hún algjör froða. Ég sakna umstráttana sem við áttum saman, öll skiptin sem við hliðum trúnaðarsamtöl, fórum með dulargerð og veitum upplýsingar upp úr fólki. Afsakaði tárin, ekki horfa á mig. Mér finnst erfitt að tala þetta. Hún hætti að njósna, vildi svo mikið komast til himnaríkis. Gulla, það er ekki þess virði. Kristinn Óli sagði að sveltandi börn ætti að deyja til að líða betur. Kristinn skammaði okkur fyrir að gefa okkur forsendur eilíft líf sé á heimilum. Annað en Flensborg sem gaf sér forsendur það sé ekki eilíft líf á heimilum. Í fyrri umferð töluðu Flensborgarstrákarnir mest 3 hluti. Númer 1, við vitum ekkert himnaríki. Númer 2, Guð skapaði ekki himnaríki. Og númer 3, himnaríki er ekki að eilífu. Í fyrsta lagi, við þurfum að byggja keppnina á þeim hugmyndum sem við höfum himnaríki, trúarlegar heimildir og hvernig himnaríki birtist í umræðunni. Í öðru lagi, hvernig vitið þið að Guð skapaði ekki himnaríki? Við í MH göngum út frá því, en það eru flestir sammála það. Og að lokum, númer 3, hvernig vitið þið í Flensborg að eftirlífið sé ekki að eilífu? Núna er ég að spyrja í alvöru Flensborg. Finnst ykkur þið vita nóg himnaríki til þess að mæla með það? Fundarstjóri, horfðu á mig. Ég er að springa. Himnaríki hefur gert okkur öll að kvíða sjúklingum sem óttast endalóka í helviti. Mér er orðið heitt, eins og ég sé á báli himnaríkis eða himnavítis. Hættu að horfa á mig. Fundarstjóri, persónulega finnst mér umræðin í kvöld vera frekar svona, ég veit ekki. Ég er bara ekki alveg að tengja við þessa M-horga. Þau var talað í allt kvöld að himnaríki sé eilíft elliheimili, partí, þvotthús fyrir heila, endastöð alls lífs og bein eftirlit Stórablóðu 1984. Er einhver að tengja? Eða ert þú kannski svona vitlaus, Sindri? Tokkit! Ég átt að flytja einhverja ræðuna að himnaríki sé hugmyndu betri stað eftir dauða. En það sem M-hoingar er að slá út alla von mannkins sem að eitthvað betra býð okkar eftir dauðan. Vildi ég segja ykkur frá ákveðnu atviki í æsku sem fær kannski M-hoingar til þess að snúast hugur. Það var köld nótt, regnið sló á rúðinina líkt og Sigga kling í hamskiptum. Ég breyti teppinu eilítið lengra í nefbrotin og fór með loka orð kommunista ávarpsins. Öryggar allar landa samlist, skyndilega opnast hurðin inn til mín hægt. Innlegrist skugga vera. Rök MH höfðu fundið mig. Þau læddust af mér hægt og lötulega og dróa eftir sér skítuga hletti. Skjálfandi spyr ég út í myrkrið. Hvað vilji yður myrka vera? Hún rétti fram sína hræléttu viðbjóðslegu lúku og teygði sig til mín. Eftir það var ekki aftur snúð. Ég þurfti að berjast fyrir heiðri og von allra jarðbúa sem hafa litið
í vonum betri stað eftir allar þjáningar á jörðu niðri. Ég þurfti að berjast fyrir þeim sem trúa því að ástvinni þeirra sé á betri stað að bíða eftir það. Ég þurfti að berjast fyrir öllum þeim sem sá fallega staðina handan í hillingum. Ég hóf rökræðu. Höndin greip háls minn en ég hikaði ekki. Sindri, nei! Amma, nei! Þið eruð ekki einn í þessum heimi! Sindri, þú ert sterkari en þetta! Rök, börn alheimsins! Rök! Allir þeir sem erfitt! Rök! Himnaríki lifir! Inga sagði að það kemist bara útvalinn hópur í himnaríki, byggt á hvaða forsetum. Þetta ekki umræðan Íslams himnaríki eða Kristilegur Guður til og hann býður bara kristnum mönnum. Himnaríki hugmyndu miklu eldri en trúarbrögð. Allir eiga það sameiginlegt að hugsa betri stað til dauða þar sem við og ástvinir okkar förum á. Þetta miklu stærra en einhver trúarbrögð. Sindri sagði að við sem ekkert þennan stað en taldi sig kosti og galla himnaríkis og fullyrti að það kæmi ekkert líf eftir himnaríki. Eina sem að færa leið á er að vera fastir í rökkeppni með vitstofa liði MH. Inga sagði að himnaríki að vera lokað eilíkupartí. Bíddu nú hægur. Það að himnaríki sé til þýðir ekki að Guð sé til. Himnaríki hugmynd sem miklu eldri öll trúarbrögð betri stað eftir dauða. Skilyrðin sem trúarbrögð settu voru til að samlega hugmyndinu himnaríki við sína trú. Eins konar verðlaun sem fólk fengi við að iðka trúna. Allt þetta breytist þegar himnaríkið staðfesti. Inga sagði að flestir væru sammála að Guð skapaði himnaríki hér inni. Keyword, hér inni. Inga, hvað með sanna trúarbrögð, búddisma, láti og trúleysinga? En má vilja því telja áfram upp eða fatti hversu vitlaust þið eru. En má hafið þið ykkur tíma velt fyrir ykkur að eftir himnaríki gæti verið namríki eða aríki hinn. Ekkert varðandi umræðefni gefur til kynna að við séum föst í himnaríki til eilífðar. Inga talaði að himnaríki sem slæmast að, ok, tökum dæmi. Sverðfiskar að stinga í máttfanna sköflum þinna meðan Davíð Oddsson nakinn fram þær. Góði gestir, því að horfa upp á skuggaveruna sem læddist inn til mín í hæsku, lið MH-inga ég ekki lengur hræddur. Því ég hefur rétt fyrir. Himnaríki hefur mikilvægt hlutverk hjá okkur öllum, hvort sem þú trúir eða ekki. Í dag himnaríki til. Mörg 100.000 ára von skila þessi loks til okkur kvöld. Eftir dauðan býður okkar ekki bara lengur rotnun í jörðinni, heldur betri staður sem okkur dreymdi alltaf Getur við að það nafninu fundarstjóri? Heyrðu, jú, það gæti verið fast, já. Ég sé að fundurinn hefur verið hafnað í miður. Hafnað? Við komum inn við. Já, stalst hvítisflösku af vinkonunni í partíi og innræðast þess ákveði. Veitu, það ekki að komast inn út af eitthvað svoleiðis. Ok, það alltaf pínu fálegt, sko. Það bara rækkjum í miður. Ok, get ekki bara byggja að fara aftur niður og beðast fyrirgefningar fyrir að hafa tekið hvítisflöskuna og komið síðan aftur hingað? Miður, elskan mín, það ekki það. Allt sem þú gerður í jörðinni endalegt, þú getur ekki tekið það tilbaka, þú getur ekki breytt höndinni eftir að þetta bara. Ok, get ekki bara fengið að auðvitað snúna og komið síðan aftur bara fengið að koma inn? No can do, Flögur, því miður. Það því miður ekki hægt. Það eitt tækifærs áhuga eftir lífið og færð það ekki tilbaka. Hins vegar færð það skyndivinnastað og þú færð hérna beint áfram, norður og niður. Ég ætti að borða hérna. Ég stendi öllu mínu lífi að fá að borða hérna. Það ekki hægt. Ég meina, ég þetta sem að hrópa hættin helviti, sko. Ég þetta vísa mér í burtu bara því miður. Það ekki hægt. Hann stal af góðum, ríkum og gaf fátækum. En hann stal og það má ekki. Ég var ekki að vinna hérna. Nei, takk ekki gert, ég skal gera það sem er. Ekkert. Þú baðst ekki lausna fyrir syndin og trúðir ekki náðu mikið á Guð. Hefur þessi yndrast þess að hverjum degi að hann tekist að innflösku væri kannski pláss fyrir þér.
Langar að hleypa þær ekki, bara máli það. Þetta bara reglur. Guð skapaði heiminn eins og þegar og væri bannað að gagnrýna það. En sjáðu mig, ég fastur fyrir himnaríki og væri aldrei að fara inn sjálfur. Eftirlífið ósangjarnt og ég verð að biðja að yfirgefa himnaríki nú. Kristján sagði að himnaríki væri ekki endastöð. Hvað meinar það? Himnaríki staðurinn sem ferð eftir lífið. Hvernig það ekki endastöð? Ennþá meira eftirlíf eftir himnaríki? Hvenær á þetta að enda? Kristján sagði að himnaríki væri fullkominn staður. Það getur ekki verið til neitt fullkominn staður á meðan menninir ekki fullkomnar verur. Á meðan manneskjan hefur þrjá og sjálfstæðan vilja mun engin staður geta verið fullkominn. Það gengur ekki upp. Við erum að tala himnaríki eins og flestir sjá það fyrir sér. Réttupönn sem telur að á himnum sé eilíft líf. Takk. Flensborg, það svo auðvelt að endurtaka aftur og aftur að við séum ekki með rök í staðinn fyrir að svara það. Kristinn sagði að himnaríki væri ekki það sem stendur í Biblíunni. Einu rituðu heimildinni himnaríki. Ok. Sindri, himnaríki víst að einu. Þú getur ekki bara ákveðið það sem styttra en það. Trúarjátningin segir mjög skýrt að maður eigi að trúa á heilaga anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilaga, fyrirgefningu syndana, uppreisn mannsins og eilíft líf. Kristinn sagði að við veitum taka himnaríki af öðrum. Stæður, sögðu það? Nei, ég hef það. Árandur, heyrðu þið það? Dómara? Nei. Ég hélt nefnilega að við varum bara að mæla gegn því, ekki taka neitt af neinum. Fundi, sæll og blessaður og vertu velkomin í jarðarförina mína. Jarðarför í bókstaflegum skilningi, ég ekki að gefa keppnina eða neitt, ég dó í hlénu. Eins sorglega það hljómar, þá er það bara frekar fínt. Ég sem sagt draugur núna og það gerir svona drauga sitt, hræða fólk njósna alla. Og núna er miklu skemmtilega að segja U-A-N-F-F, sjáu þið? U-A-N-F-F. En sem sagt, ég getur að segja ykkur að ég fór til himnaríkis. Og kæru emháingar, það er svo margt sem þið eigið eftir ólægt. Elsku litlu loðnu hippandi mínir. Það gleymist ofta að þeir bara rétt að skríða í tvítug og ég var tvítugur í gær. Ég hef séð svo gott, upplifa svo lítið og vitið enn minna. Ég má segja það því ég er draugur og ég veit betur. Spyrjum bara alla drauga sem þið þekkið. Málið að við draugarnir ætlum ekki að segja ykkur hvernig himnaríki er. Því þá erum við að svindla á umræðni kvöldsins. Come on! Himnaríki sem hugmynd er himnaríki í sinni fullkomnustu mynd. Himnaríki eins og það er núna í kvöld er nákvæmlega það sem það á að vera. Það uppfyllir vonir allra sem þurfa á því að halda. Trúleysi eða ótti emháinga við að himnaríki uppfyllir þeirra væntingar er því gjörsamlega marklaust. Þið munið eftir stelpum frá Sýrlandi sem sagði með vissu að í himnaríki væri allavega matur. Ég á ekki að þurfa að biðja ykkur að svara henni því þið vitið krakkarnir að ef stelpan frá Sýrlandi fengi að tala sínu máli sjálf hér í kvöld, þá myndu þið með fullri virðingu fatta hvað þið eru að tyggja stóran bita sem þið eigið ekkert erindi til. Þið myndu ekki voga ykkur annað en að þegja og halda vonin á lofti. Enga njósnar er að ljúga! Ef himnaríki fylgir nefnilega þeirra hugmynd að maður þarf að uppfylla boðurinn 10 til að komast þangað, þá hefur hún aldrei komið til himnaríkis. Hún laug upp að Kitta, hún braut lög, 10. grein morgningslaga með því að sækja ræðinni sinna þegar hún kom yfir pontu, svo sveik hún eigið lið með því að tala fyrir okkar pól. Inga, þú ert að drýja hól! Haldið í alvöru að himnaríki sé bara til í einni mynd kristinnar trúar. Ég skal lána ykkur bókasafnskortið mitt ef ég vil kynna ykkur málaði í fyrsta skipti. Til eru 150 ólíkar hugmyndir viðurkenndra trúarhópa himnaríki. Vitið þið ekki ef það er bara að svindla? Enginn að koma á þessa keppni í kvöld hugsandi, já, himnaríki, málsvari eilíðar prísundar og tómar þjáningar. Come on, þegar að mæla móti himnaríki, allir að hugsa eitthvað í áttina með hvítum skýjum og góður staður. Hvað er næst? Mæla móti krútleg Eurovision, Alex Friði og Benedikt Búal og öllu síðan þegar skott í þessum hefni. Sýndi bara hvað er 4 + 4?
Sindri, ekki móðgast, en mér finnst þú jafnvel ljóma gáfaðri lið Emma. Himnaríki að því gefnu að sé til. Emma, og þetta útópía sem byggist á forsendunni að góður staður eftir dauða sé til. Það nóg að vita til að mæla með. Hvernig var að koma með einhver rök sem mæla á móti annar að það kjaftaði að himnaríki sé uppskáldað mögulegt eilíft líf? Ég verði að spýta smá í lófana. Fundarstjóri, keppnin er svo gott sem búinn og enginn hérna inni hefur enn séð himnaríki. Við spyrjum okkur endalaust. Hvað gerist þegar við deyjum? En spurningunni var svarað í kvöld. Himnaríki lifnaði við og það hefur aldrei verið mikilvægara. Hugmyndin var það vissu og himnaríki var það veruleika. Veruleika fyrir þau sem virkilega þurfa á því að halda. Fundarstjóri, góði gestir. Ég hef alltaf átt erfitt með að sætta mig við tímann. Ég veit ekki hve oft ég hef grátið gamla tíma. Ég gat einu sem haldið dagbúk þegar ég var yngri af því mér fannst svo sorglegt að dagurinn væri búinn. Ekki satt. Og svolítið dramatískt barn. En eftir því sem ég var eldri þá lærði ég að taka tímann sátt. Ég veit núna að honum verður ekki hangað. Ég þarf bara að fylgja honum og njóta hans eins vel og ég get. Mér finnst endalok ekki eins slæm og áður. Þau eru partur af lífinu. Dagurinn í dag er nánast búinn og kemur aldrei aftur og það er í lagi. Ef við bara nutum hans. Auðvitað hræðist ég dauðann. Það er óhugnanlegt að hætta að vera til og það er óhugnanlegt að hugsa til þess að einhver sem manni þykir vænt verði ekki alltaf til heldur. Þegar maður missir ástvin verður til eitthvað tóm sem aðeins tíminn fyllir en það fyllist aldrei alveg. Og þá getur verið gott að hugsa til betri staðar þar sem við fá að lifa áfram en þarf sá staður að vera raunverulegur. Þegar afi minn dó vildi ég trúa því að hann væri ekki alveg horfinn úr heiminum. Þetta væri hann á heiminum með sínum foreldrum, ömmu og systkinum. En eftir því sem lengri tími leið fannst mér ekki skipta eins miklu máli að vita að hann væri enn til í alheiminum. Ég fannst nóg að hann væri til í huga mér. Að hugsa til þess að hann væri stoltur af mér frekar en hann sé það í alvörunni einhvers staðar þarna uppi. Ég vil trúa því að manneskja deyr ekki alveg fyrir síðasta manneskjan sem þótti vænt hennar deyr og þannig fá afi að lifa áfram í minningunum. Kristinn sagði að það væri bara bull að sumir kæmst til himna. Í öllum trúarbrögðum eru einhver skilyrði til að komast í eftirlífið, sama hvort það sé himnaríki eða nirvana. Það komast ekki allir inn. Sindri sagði að hann tengdi ekki við okkur. Í næstu keppni skulle vera liðilegur og öskra mér í mækinn og þá kannski tengi við okkur. Jæja, Flensborg vill ekki taka því að himnaríki sé eilíft. Allt í lagi, við erum sátt á móti framhald eftir dauða. Það er í lagi að við deyjum og hættum að vera til. Við þurfum að gera tilvist okkar á jörðinni að betri stað sem endar. Kolbeinn sagði okkur að þegja. Ef við myndum koma upp í pontu og þegja, myndi keppnin vara að eilífu og enginn vill það. Munið samt áðan þegar Sindri bleið tala Kata Jakk myndi bara alltaf vera að nudda hann á himnum. Ég er sko ennþá að hugsa það. Á hvað myndi sökka fyrir Katrínu? Kristinn sagði að himnaríki væri mannkynhugmynd, en það er samt til því að umræðið með himnaríki að því gefna þessi til. Þetta er því ekki hugmynd, heldur veruleiki. Flensborg er alltaf að tala hvað himnaríki sé gott, en ef maður þarf að vera þar jafnlengi og þið voru í umgöngulaginu ykkar, segi ég nei takk. Kolbeinn, hvernig getur himnaríki verið fullkomið ef jarðarbúar og við manneskjur erum það ekki? Það er ekki hægt að búa til fullkomni staði ef við erum ekki fullkomna verur. Sindri sagði að himnaríki væri til en ekki Guð. Hver skapaði það himnaríki? Ég veit það ekki alveg. Kolbeinn sagði að himnaríki mitt væri sökkað, en talaði sig að himnaríki sé hugmynd hvers og eins. Af hverju má ég ekki ímynda mér mitt himnaríki og þið ykkar? Kolbeinn sagði að það væri 150 himnaríki. Við erum á móti öllum þeim sem vara að eilífu. Það dýrmætasta við lífið er hvað það er hverfilt. Maður verður að njóta hvers einasta augnabliks og mér þykir vænt augnablik og tímabil í lífinu mínu af því að þau tóku enda. Við þykir svo vænt stundirnar okkar afa að þeir voru ekki endalausar. Ég get verið hamingjusöm því ég veit að einhvern tímann verður það að enda. Allt verður að enda. Þetta var ógeðslega skemmtileg keppni. Það er langt síðan ég dæmdi senast af Hólfís, þannig að þetta var svona pínu tilbreyting frá
svona þessu þungaveiktar, þú veist, í fyrsta, öðru og þriðja lagi, í leikþátt sem ég bara jafnir aldrei séð það og svo bara, þú veist, þetta típiska konfetti og allt það líka. En ég ætla bara að vinda mér beint í þetta, já, heildastig keppninnar voru 2658. Þetta hefur sér ekki breyst, þetta fokkin snákar hljóð sem kemur að maður fylgur upp. Já, ég veit, geggjuð. Herri, ræðumaður kvöldsins hlaut 528 stig, sem bara fokkilega fjöldi. Ræðumaður kvöldsins fokkin, sko, það heyrst ekki hvað það gerir. Ræðumaður kvöldsins heitir Kolbeinn. Já! Já, þess að segja það mjög stutt, ég ekki sem hefðum með dómarinn. Refstig keppninnar voru 7. Heildastig voru 2658. Munurinn á liðunum var 166 stig og það ræðilegt sem mætir í Háskólabíó í úrslitum Morfís er